Já, komið þið sæl og velkomin í kalda pottinn, eina ferðin enn. Að þessu sinni, Heiða Björk Sturludóttir. Sturlungarnir. Velkomin í kalda pottinn. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Takk fyrir að bjóða mér í kalda pottinn. Bara Þótt að ég sé almennt ekki hrifin af köldum pottum. Nei, en þessi kaldi pottur er mjúkur og hlýr. Hann er hlýr. Og svo er það Jesúlaðið, Já. skál í boðinu. Skál í boðinu. Heldurðu að Jesúlaði hafi þau áhrif að við tökum frekar Jesú í Hann hjarta? hefur aldrei verið leiðtogi lífs míns, eins og hjá mörgum. En ég held að þetta hafi verið góð gæi. Hann var klárlega til, segja þeir. Þeir segja það. En það er ekki hægt að sýna fram á með heimildum að hann hafi gert kannski allt það sem hann átti að gera. Hafa gert. Það var svona sett á hann eftir á. En ég held að þetta hafi verið mjög flottur mannvinur og ég hefði örugglega fílað hann. En hann er ekki leiðtogi lífs míns, frekar en kannski Búdda eða Múhameð eða einhverjir aðrir. Þannig séð, sko. Og hver er Heiða? Hvaðan kemur? Ég er fædd og uppalinn í Vestmannaeyjum frá Mógósi. Nú, útlendingur? Ég er hamfaraflóttabarn. Ókei. Já. Og þá lentum við í því eins og flóttamenn sem eru að koma frá Sýrlandi eða Pólandi eitthvað. Við lentum í fordómum. Þetta er bara eitthvað sem að flóttamenn lenda í, þótt að það séu flóttamenn innan síns eigin lands. Nú, ókei. Já. Hvað er gömul þegar gósið? Ég er nú bara á 7. ári. Ókei. Gósið er í janúar, ég verð 6 ára í maí. Þannig að ég var ekki orðin 6, en ég man þetta samt svona ágætlega. Þannig séð. En fólkið það er úr Eyjum. Það er svona afleggjarinn þinn er Vestmannaeyjar. Já. Þannig að afar mínir og ömmur eru reyndar öll aðflutt nema ein, föðuramann, hún er fædd þar, en foreldrar mínir báðir eru fæddir í Vestmannaeyjum. Já, ókei. Manstu eftir gósinu? Man eftir gósinu, fannst það rosa spennandi. Já, gaman. Það var mjög gaman, vildi sjá eldinn, það var leiðilegt, fá ekki að sjá eldinn, en svo fórum við í fiskibát, Þórunn var fekk, og allir fóru í svona fiskibáta og þar voru við, móðir mín og systkini 3, stærsti bróðir var kominn í menntaskóla upp á Laugarvatni, þannig að hann missti á stöðinu. Þar voru við bara í fiskikjörum, ég og systir mín, og meðan að bróðir minn, hann lá bara svona á hörðu gólfinu við hliðina á mömmu sem að sat á olíutunnu og örugglega mikill uggur í hennar brjósti yfir hvað er að verða og og hvernig líður börnunum mínum og svona, hún vissi ekki hvar pabbi var, sko, hann hafði bara rétt komið niður á höfn og sagði, við sjáumst. Svo fór hún og hún vissi ekki, það var ekki farsímarnir, sko, þá. Nei. Og svo það sem er eftirminnilegast af gosnóttinni hjá mér, það stendur upp úr, það er guli gúmmíhanskinn. Nú. Dr. Spock. Það er ekki propp, vörumerkið. Já, vörumerkið. Þarna byrjaði það kannski. En þetta var sem sagt, ég hef alltaf verið rosa sjóveik þar til að ég fór í höfuðaðgerð til þess að fjarlægja æxli, ég talaði þá eftir. Okay. En þar til það var gert, þá var ég óbúslega sjóveik, ég þurfti bara að hugsa Herjólf og þá var mér óglatt. Þannig ég kastaði mikið upp þar sem ég sat í þessu stóra fiskikari þarna, þeir voru náttúrulega engin rúm eða sæti, þetta var bara svona einhver fiskibátur og tróðin af fólki, flóttafólki. Og svo þurfti ég að kasta eitthvað upp og væntanlega hafa allar fötur og allt fyrir orðið bara fullt af gubbi eða hjá öðru fólki. Og þá kemur frændi minn, útsjónasamur, og grípur gulan gúmmíhanska. Og ég æli í hann nokkur skipti. Og hvert skipti sem að koma æla, þá þöndust þeir meira og meira út fingurnir, þar til þetta var orðið eins og júgur, hú, og það er minningun, þetta er það sem er svona stendur upp úr. Þetta er alveg greift í hugan á mér, og guli gúmmíhanskinn fullur. Svona sjóvettlingur? Já. Eða bara svona uppvaskar? Þetta var eitthvað svona svo uppvaskunarhanski, eitthvað svoleiðis, í minningu.
Var fólki bara troðið í bátana, bara í fiskikör og bara út Já, allt? bara út allt og sumir hendur sér í svona einhverja netadræsur sem að lágu svona í hrúgum. Það var kannski svolítið þægilegt hægt að búa sér til svona ágætis svona hvílu. Því fólk svo tók þetta einhverja 6 tíma eitthvað svoleiðis ferðin sko. Það farið til Þorlákshafnar? Já, og sumir voru ansi sjóveikir. Já, fólk bara þurfti að vera eitthvað þar. Sumir voru svo heppnir að komast í koju en flestir náttúrulega komast ekki í koju. Bara þurfti að getast það sem var laust. En það slupp allir frá eyjunni, ég meina það dó enginn, ég Jú. frétta einn hefði dáið. Já, það nefnilega svolítið leiðinlegt að það mjög oft sagt og enginn dó og þetta bara allt fór svo vel en það var einn sem dó því að hann fór ofan í kjallara. En þú átt ekki að fara niður í kjallara þegar eldgos að ræða eða ofan í lægðir í landslagi því þar safnast eiturgufurnar saman. Hann fór ofan í kjallarann og hann dó þar. Já, eiturgufum. Já, út af eiturgufunum. Þannig að það var nú einn sem dó, sko. Það gleymist alltaf að minnast á þennan eina. Það aldrei talað hann, sko. Nei. Veistu hver þetta var? Nei, ég veit það ekki. Hver þetta var. Ég þekkti engan nema bara Siggu-Stínu sem bjó fyrir neðan mig. Sem að ég var mjög stjórnsöm við. Já, ok. Varstu stjórnsöm? Ég hafði verið svolítið stjórnsöm. Ég oft, sko, þegar ég var orðin fullorðin fór ég að hugsa tilbaka. Fór að hugsa þetta sem ég gerði við Siggu-Stínu til dæmis. Og þá spurði ég mömmu, var ég bara svona alveg rosaleg? Og mamma sagði, þú varst alltaf svo góð og blíð og góð. En þarna var þessi stelpa. Ég kom að leika við mig. Og svo var hún búin að vera að leika lengi og við vorum niður í kjallara og var gaman og hún vildi fara heim. Og ég var ekki búin að leika nóg. Þannig ég bara læsti hurðinni. Já, og sagði, þarft að vera lengur og leika við mig. Kemst ekki heim fyrir hún búin að leika meira. Og svoleiðis fór ég afmæli til hennar, gaf henni sippuband. Þetta svona, ég sjálf var svo hneyksluð eftir á. Þess vegna man ég þetta svona skýrt. Fer og gef henni sippubandið. Svo slettist ég upp á vinskapinn í afmælinu hennar. Þá tek ég bara sippubandið aftur og fer heim. Já, ok. Svo var ég rekin tilbaka. Mamma rak mig tilbaka aftur að skila sippubandinu. Og hvernig var tilfinningin að skila sippubandinu? Varst það? Það ekki, nei, manefnilega ekki þá. Ég hef stundum hugsað, vá, þetta hlýtur að hafa verið rosalega erfitt. Ég held það ekki til svona litla krakka. Þeir séu ekki svona eitthvað grömpi yfir ykkur svona. Ekki að tengja við Nei. Þannig að, já, einhver leyti var... Þannig að Sigga-Stína ennþá í áfallameðferð eftir barnaskóla. Svo kom gosið og leiðir splittuðust og ég veit ekkert hvað varð Siggu-Stínu, veit ekkert hver hún og... Nú, það hafi ekkert samband lengur? Nei, ég veit ekki hverju foreldrar hennar ég get ekki tefað hann uppi en það einhver kona sem heitir væntanlega Sigríður Kristín og á svipuðum aldri og ég, kannski fædd 67 eða 68 eða 60... Nú rétt tíminn að horfa í þessa vél og segja Sigríður Kristín, fyrirgeðu þetta með sippbandin? Fyrirgeðu Sigga-Stína með sippbandi og þegar ég læsti inn í kjallara og neitaði til að leika við mig leikur. Ég var bara 5 ára, 4 ára kannski. Já, það útskýring. Já. En hvað svo? Þið komið upp á Meilandið? Svo bara flyttum upp á Meiland og við fáum úthlutað viðlagasjóðshúsnæði. Bara strax? Nei, við þurftum að bíða í 1 ár, þannig vorum á smá flækingi í 1 ár. Fyrst skaut hann skjólshúsi yfir okkur hann Snorri sem að stofnaði húsasmiðina. Já, ok. Pabbi nefnilega þekkti hann, því pabbi var húsgagnasmiður og húsasmiður í Vestmannaeyjum og vann í timbursmiðjunni og var alltaf að fá timbur sent frá honum Snorra. Þannig að þegar að ákalli kemur frá ríkisstjórninni og svona almannavörnum að það vanti húsnæði fyrir alla þessa 5.000 Vestmanneyinga og allir sem að vettlingi geta valdið að leggja sitt að mörkum. Þá hefur Snorri samband við pabba og segist vera með litla íbúð upp í Risi hjá þeim á Gunnarsbrautinni miðbæ Reykjavíkur. Þar vorum við í einhverja mánuði, kannski í svona hálft ár og pabbi fór strax að vinna við húsasmíði, eitthvað fyrir Snorra og var að smíða þarna á Langholtsveginum, svona fjölbýlishús. Og við fluttum inn í eina íbúðuna síðan þar, þegar það var tilbúið. Og þar vorum við síðan þar til að viðlagasjóðshúsin voru tilbúin í Mosfellsbæ, svona ári seinna.
Þetta var ótrúlega snöggt, þeir bara rigguðu þessu upp. Þetta var svona einingahús frá Finnlandi, en allar Norðurlandaþjóðirnar hjálpuðust mikið að og gáfu hús, viðlagshús. Þannig að sumir fóru í sænsk viðlagshús, aðrir í norsk og við fórum í finnsk. Var það dýrari týpan? Það var sána í hverju íbúð. Já, ég man eftir þessum húsum, þau eru ennþá standandi mörgaðum. Þau eru bara, ég fulltaðum upp í Mosfellsbæ í Arnartanga. Líka í Hveragerði? Já, ég hef ekki séð þau í Hveragerði. Svo er hérna á Selfossi. Þorlákshöfn. En þau eru dreifð út um allt? Þau eru dreifð út um allt og í Keilufelli í Breiðholtinu. Það eru alveg svona 2 hæða rosa flott. Okkar, sko, þessi finnskur, það voru raðhús, það voru allt voru þetta timburhús og eitthvað svo náttúruleg og falleg og skemmtilega hönnuð og þessi, ég man að til dæmis þessi finnsku viðlagshús, það var ekki bara sána, það var líka svona kælibúr sem var svona stór hurð, sko, það var svona köld geymsla úrið og svo úr eldhúsinu, það var svona gluggi sem hægt var að rétta matinn inn í borðstofuna, það var æðislegt. Það var dýrari týpan greinilega. Finnsku húsin voru greinilega málið. Þau voru æðisleg. En svo bjuggum við það reyndar bara í eitthvað 1 ár eða svo. Pabbi sem smiður og svona, þá fór hann strax í að byggja hús sem verktaki með gítarvini sínu sem líka var úr Eyjum. Þeir byggðu þarna heilt hverfi af einbýlishúsum sem að standa. Í Mosó? Í Mosbænum, í Arnartanganum, einbýlishúsin í Arnartanganum sem eru sko svona eiginlega fyrir ofan og við hlíðina á þessum timbur viðlagshúsum. Ég man eftir þessum húsum, maður hefði alveg verið unni á pabbanum, ég var í handlangi sem unglingur, sko. Í Mosfellsbænum? Já, ég mosari að hluta, sko. Já. Ég man þetta byggðist allt saman, ég man eftir nýbúunum. Já. Ykkur flóttafólkinu. Þú varst náttúrulega niður á Álafossi eða þar, einhvers staðar? Já, upp í Helgalandi. Já, akkurat. Já, svo var ég náttúrulega mikið niður á Álafossi, því að það bjó besta vinkonan, sko. Og það var alltaf verið að fá að sofa heima hjá henni og gista yfir nótt. Þannig að ég var mikið þar og fælingi og inn í Álafossverksmiðjunni. Og einhvern tíma, við höfum nú verið svolítið prakkarar sennilega. Nú, hvernig? Svona einhvern veginn samt alveg óvart. Bara Emil í Kattholti, hann ætlaði aldrei einhvern veginn að gera neitt illt. Þetta einhvern veginn fór allt svona svolítið illa stundum. Já, við til dæmis, við kveiktum í Álafsbrekkunni, sko. Vel gert. Já, það var alveg óvart. Við vorum bara neðst í brekkunni að kveikja smá í grassi. Svo allir við að slökkva, og það var bara svona lítið. Og bara slökktum við, ég veit ekki á hverju vorum þarna með einhverjar eldspýtur eða hvað. Við höfum verið svona kannski 8 ára, 7 ára, eitthvað svo leiðis. En svo var einhver annar krakki þarna sem að koma og dreifði þessu. Einhvern veginn, þessum eldi, sko. Einhver pörupilturinn. Já, ekki við. Nei, þið gerðu það svo bara náttúrulega ekki. Nú, Það hafði ekkert miklu að rauk gera. þetta upp og teygði þessu upp brekkuna upp að stóra fína húsinu stóð efst uppi. Já, það var eigandi Álafoss á sínum tíma. Ásbjörn. Ásbjörn. Hann átti það. Ég var svo hrædd. Það var öll Álafossverksmiðjan kölluð út til þess að slökkva eldinn í brekkunni áður en það næði í húsinu. Og ég hljóp heim alveg með hjartað í brókinu, sko, svo hrædd. Kemur ekki Ásbjörn keyrandi, Ásbjörn afsakið. Það ekki þessi kamera? Jú. Já. Og sér mig hlaupa eftir Álafossveginum, sko. Ég átti heim í Arnartanganum, svolítið lönglega. Ég hljóp allavega heim, skíthrædd. Og sér við gert eitthvað slæmt. Og hann stoppaði bílinn, sér mig hlaupa þarna. Og þá var hann líka búinn að hringja hann og láta vita að bara loga hérna brekkan og hann dreif sig heim. Og hann stoppaði bílinn, sem ég kem hlaupandi og hann svona skronaði rúðuna og segir: Hvað ertu að koma? Var það þú sem kveiktir í brekkunni? Ég segi: Nei, það var ekki ég. Og svo hljóp ég áfram. Örugglega verið öll sótu í framan, alveg bara, þetta er svo krækið með súkkulaðinu hérna út um allt og sagði: Ég borða ekki súkkulaði. Var þetta upphafið að glæpaferlinn? Þetta var sem sagt til þess að ef ég sá Ásbjörn mörg ára eftir, þá faldi ég mig. Ég var alltaf hrædd, það var svo mikið skömm, ég skammaðist mig svo fyrir þetta.
Nei, þarna held ég að glæpaferlinu hafi lokið. Já, hann byrjaði Þarna þarna og endaði. Þarna byrjaði hann og endaði. Og hvað, tekur barnaskólann þá í Mosó? Mosó, Varmárskólinn. Fer í Gaggó þar eða? Já, svo er það Gagnfræðaskólinn, Mosfellsbæ og átti hest. Átti einhvern veginn bara annað hvert barn hest. Jú, ég átti hest. Minn hét Faxi. Já. Yndislegur. Hún var gaman að hlaupa og hljóp mikið bara með mig og ég hékk á baki í stöð. Og svo var hjónaskilnaður hjá foreldrunum þegar ég var 15 að verða 16. Þá flytti ég í Hraunbæinn og þar bjó ég síðan í einhver svona 5-6 ár og eftir þar til ég fór bara að búa sjálfstætt. Já. 21 árs held ég hafi farið að leigja íbúð á Sóleyjargötunni alveg í Tjörnina í Reykjavík. Þá var ég komin í sagnfræði í háskólanum. Yndislegt að vera þarna og geta gengið í skólann og lært út í Hljómskálagarði í prófin. Þannig kláraði það. Ertu sagnfræðingur? Já, þannig ég kláraði sagnfræðina og er sagnfræðingur og fór síðan bara eiginlega strax að vinna í skjalasafni Háskólans. Hafði tekið eitt skjalavörslu áfanga í sagnfræðináminu. Spennandi. Það var það. Þetta var svona upp í rjáli. Hver vill ekki fara í skjalavörslu? Já, veistu þetta? Í gömlum skjölum, af því að sagnfræðingar eru forvitið fólk. Það er allt sem er búið að gerast. Sko. Já, og þá ertu að forvitnast svona mannlegt eðli, ástir og sorgir fólks fyrr á öldum. Það hefur ekki breyst. Þú ert svona að læra mannlegt eðli þegar þú ert að grúska í skjölum og sögu. Þeir lesa gömul sendibréf og æviminningar og dagbækur fólks og svona. Þetta er það sem að fólk notar, sagnfræðingarnir, þess að skrifa sögu, þú veist. Áhugaverða skáldsögur, sögulega skáldsögur. En þeir horfa alltaf aftur fyrir sig? Nei, þeir horfa ekki alltaf aftur fyrir sig. Sagnfræðingar fengið góða hugmyndir fram í tímann? Rosa. Þeir eru rosa góðir því. Segðu mig. Sumir? Sko, sagnfræðingar, rosalega forvitið fólk og eru náttúrulega að skoða fortíðina. Út frá fortíðinni er hægt að spá svolítið fyrir framtíðina. Þess vegna eru sagnfræðingar fengnir sem ráðgjafar í alls kyns málum til þess að spá fyrir ok, nú er staðan svona og hvað gæti verið að gerast núna. Af því að við eigum að læra af sögunni. Þess vegna eru þeir ekki bara fastir í fortíð, þeir líka spá. Þú sagðir, við erum að læra af fortíðinu, sagði það ekki? Það er það sem við eigum að vera að gera. Finnst þið okkur að við tekist sem tegund að hafa lært eitthvað af fortíðinu? Mér finnst við vera að skána. Þetta er sko svona kenningum söguna, Flostur. Hún er spírall, sko. Þetta er svona hringur. Við erum ekki alltaf að endurtaka, við erum ekki alltaf í sama hringnum. Þetta er hringur en hann færist samt svolítið áfram. Spírallu? Spírallu. Þannig að endurtekningin, hún er ekki alltaf nákvæmlega eins. Það er alltaf orðin einhver svona smá þróun, breyting, framþróun. Og mér finnst til dæmis bara ef við horfum á mannréttindi, dýraréttindi og allt þetta. Meina, hver var fyrir 1000 árum eitthvað að tala um að það væri bannað og ljótt að hafa þræl? Það er ennþá þrælahald í dag, en það er samt almennt konsensus það að þetta sé slæmt og degi ekki vera. Það var ekki einu sinni verið að spá í það fyrir 500 árum eða 1000 árum eða ennþá fyrr. Dýrin. Það var einn og einn sem hafði orð á því. Jesús. Já, hann var einn með þeim. Var örugglega ekki hrifinn af því. En sjáum líka dýraréttindi, því ég er mikið baráttukona fyrir réttindum dýra. Hefur alltaf verið. Og sko réttindi dýra, núna er það alveg farið að vera í sko svona heimspekikenningum og lögum og slíkt að það þarf að taka tillit til dýra því þau eru sentinel-íing, það eru sem sagt. Það hafa sjálfsvitund. Það hafa sjálfsvitund og dýr geta fundið fyrir sorg og gleði, en fólk vill réttlæta það að það er að fara illa með dýr kannski með því að segja þetta eru skynlausa skepnur, já það var orðið sem ég var að leita. Það eru skynugar, þessar skepnur. Það eru mjög skynugar.
þetta nefnilega minnir mig alltaf á hvernig farið var með svarta þræla í Ameríku og þræla bara víða um heim og þá var hægt að réttlæta það, já, það er allt í lagi að taka bara barnið af þessari svörtu þræla móður og selja það. Hún mun bara hrýna eins og kú sem að missir kálfinn sinn í smá tíma, svo kemst hún bara yfir það, gleymir því bara, svo með kýrnar og eitthvað svona. Og þá leið fólki betur að geta bara selt börnur farið illa með þrælana og við erum á þeim stað með dýrin núna. Við erum í svona einhverju útópískri hugsun með þetta á Íslandi að bændur fari rosalega vel með dýrin sín. Það er svona rómantíkin í búskapnum. Já. En svo endaði meira og minna öll í sláturbílnum. Þannig að sko endapunkturinn er alltaf dauði. Þannig hvernig... Þá er þetta svolítið sko, ég borðaði kjöt sko, ég borða kjöt af sjávargýrum núna en ekki lengur af landdýrum. Það er svona smá sem hann hefur bara svona horfið og það er bara af dýraverndarsjónarmiði. Það er ekki vegna þess að ég sé í náttúrulækningum og slíkt eitthvað, heldur er það meira bara að því að ég veit hvernig lífsferill kjúklingsins er. Ég hef kynnt mér aðstæður kjúklinga, þeir eigast þeir ekki lít, þeir eru bara alla tíðin í litlum þröngum búrum, allan hérna á Íslandi ennþá, það er búið að framlengja leyfið að hafa þá í þessum lokuðu búrum, umverulega. Þá er ég búin að missa listina, sko, en lengi vel hafði ég alveg list á lambakjöti, því það bara, þeir fæðast út í náttúrunni og yndislegt, svo ég leikaði með mömmu sinni og systkinum og frændum og frængum upp á hálendi. En svo kemur að náttúrulega því að þetta allt tekur enda og þeim er smælað tilbaka og svo er það slátubíllinn, það er ekki gaman, svo er það sláturhúsið og auðvitað er þetta alltaf þjáning og ömurlegt í lokin og þótti þetta alltaf taka svona ganga vel fyrir sig en það er sér hagræðing að hafa bara mjög fá sláturhús og þá er verið að keyra þessum greyjum í bílum langar leiðir yfir í sláturhúsið og alltaf að ganga rosalega vel þar. En alltaf er það hinn mannlega hönd sem að síðan kemur inn í þetta og ef að hinn mannlega hönd er einhver sem ber mjög litla virðingu fyrir dýrum að þá er þetta bara getur þetta verið ömurlegt og maður hefur heyrt alls kyns líka fréttir og eins þegar verið að taka kjúklingana bara tekið svona gromsa í fangi og bara tróðið ofan í búrinn og svo er þeim öllum staflað inn og svo er það farið með það hérna í sláturhúsið. Og þá bara verður kannski vængur á milli þar sem að lokið skellur á í búrinu. Veist, alls kyns svona, og þá er þetta bara starfsmaður sem ber enga virðingu fyrir dýrinu. Hver er að pæla í því? Þetta er eins og einhver er að byrja að gæta barna á leikskóla. Og ég held að sé alltaf svona að tékka þá, er hann á sakaskrá og eitthvað svona, maður vill það. En er eitthvað verið að tékka á hvaða viðhorf hefur viðkomandi til dýra og þykir hún vænt dýr og er þetta bara ærleg manneskja þessi starfsmaður hérna sem við erum að ráða í þetta sláturhús. Það hafa allt og margar vídeó. Myndi ekki ærleg manneskja standi því að drepa dýr á færibandi. Ég myndi frekar vilja vera drepin af ærlegri manneskju en einhverjum algjörum skítabæðili. Það er reyndar. Ef það ætti að taka mig á lífi á hana borð. Ég sé þess að slátubílar rúlla hérna og stoppa stundum hérna á hlaðinu við bensinstöðina. Full af svínum og alls konar. Ég borða ekki dýr heldur, sko, þannig ég skil. Þú stoppaðir hérna á hlaðinu? Já, stundum. Alveg illt í hjartað. Því að sko, mannskepnan er einhvern veginn búin að aftengja sig svo við kæliborðið. Já. Þetta er bara eitthvað vakúmpakkað, rautt í plasti. Já. Og fólk vill ekki hugsa, ímyndaði mér. Það vill ekki sjá fyrir sig ferlið. John Lennon sagði ef að sláturhús hefðu glerveggi myndi enginn borða kjöt. Ég fannst það svo merkilegt. Ég vann síðan fór ég að læra... Paul McCartney sagði þetta. Bara hól, já. Rétt skal vera rétt. Já. Síðan sko hætti ég í Skjalasafni Háskóla Íslands. Ég var líka að vinna á kynningarsviði Háskóla Íslands, þarna í aðbyggingunni og svona tvískipt. Svo að því ég hafði alltaf svo mikið áhuga umhverfismálum. Gekk hérna í hraunbænum eitthvað 18-19 ára og týndi upp rusl. Langt á undan þér í samtíð. Já, skrítin örugglega. Og tók litlu frænku með mér og hún svona, maður gera þetta núna. Heyrðu og síðan, þannig ég fór í mastersnám, svona þverfaglegt mastersnám til Spánar. Það var ekkert í boði umhverfis
umhverfisfræðinám á Íslandi þá. En ég fór út 1999 og bara ári seinna eða eitthvað byrjaði umhverfisfræðinámið heima á Íslandi. Hvert fórstu? Ég fór til Spánar, Já. Madrid og svo þegar ég kom heim þá var ég ráðin til Bændasamtakanna. Ok. Ég ætlaði nú, ég hugsa bara, bara get unnið öllum árum að því að auka veg lífrænnar ræktunar á Íslandi. En svolítið trójuhesturinn, ætlaði svona... Ég ettist nú bara í 1,5 eða 2 ár þar, sko. Já. Þetta var ekki alveg svona avantgard í lífrænni ræktun beinleinis þarna. Og ég fór nú að segja þetta því við vorum að tala þarna kjötborð og svona, en þar í Bændablaðinu, því að ég var inn á kynningarsviði Bændasamtakanna, sem Bændablaðið var gefið út, það var alltaf svona stórar svona auglýsingar af bara svona einhverju kjötstykkjum, hráum, svo bara svona texti það hvað þetta var æðislegt og komið og kaupið og mér fannst þetta alltaf svona alveg bara, hverju finnst þetta æðislegt? Þetta er bara hold, hrátt hold af einhverju dýri og finnst ykkur þetta, kveikir þetta svona munnvatnskirtlunum hjá einhverjum, en það gerir það. Þetta alveg bara kveikir á munnvatnskirtlunum í mörgum, en þetta er búið að vera svolítið lengi hjá mér, en þarna borðaði ég alveg lambakjöt og kjúklingakjöt og allt þetta, sko. Nú voru að tala fyrir 50 árum, nei, fyrir 30 árum. En mér fannst þetta samt skrítið að þetta, mér svona líka kannski meira að vita að grilla þá þetta kjötstykki og setja sósu með eitthvað, en er þetta aðlaðandi, svona hrátt hold? Þetta er ennþá gert, Þetta er ennþá gert, þú sagðir. Já, og mörgum finnst þetta æðislegt. Ég er ekkert að gagnrýna aðri af því að við erum öll bara á okkar vegferð hér í þessari jarðvist og sumir eru bara þarna, þeir borða þetta og margir reyna að gera sitt besta með því að kaupa þá lífrænt ræktað. Það var svolítið erfitt með lífrænu ræktunin og lambakjötið af því að ef þú vilt tryggja að sláturunin og allt það fari vel fram, af því að í lífrænni ræktun þá er það ekki bara það að þú notar ekki eiturefni og heldur líka það að meðferð húsdýranna er betri. Þess vegna vill maður frekar kaupa lambakjöt eða kjúklingakjöt sem er vottað lífrænt ræktað. Sem er svo brúnaeggjin. Já, þau voru aldrei lífrænt vottuð. Þau voru markasett sem slík, sko. Já, en þú sem klár neytandi átt að vita hvernig vottunarmerkið lítur út. Hvort þú átt að trúa einhverju. Þetta er eins og tómatarnir í Hveragerði, hérna í, hvað héti þetta, hérna gróðurhúsið í gamla Eden, á stóð náttúrulegi tómatar. Og fólk svona, já, æðislegt, þetta er lífrænt. En ef að þú ætlar að kaupa eitthvað og það er verið að segja að þetta er lífrænt ræktað, þá þarf það að vera með vottunarstimpil, lítinn kringlóttar, stendur tún. Það er þriðji aðili sem að vottar að hér er öllu framfylgt eins og á að gera. Það þýðir ekki bara að ég skrifi eitthvað á þetta jesúlaði, hérna lífmiða sem ég kaupi út í A4. Lífrænt, jesúlaði. Myndir þú bara trúa því? Nei, það þyrfti að vera hérna vottað af tún. Fólk er almennt ekkert svona skeptískt á þetta. Það vill svolítið láta mata sig af svona... Já, fólk það nefnilega og það er það sem er okkur að kenna í sagnfræðinni þegar maður er að kenna nemendum sögu. Nú er ég svolítið að tala um þetta því að búið að vera mikil umræðu það að sögukennsla er bara hverfa svolítið í menntaskólum. Alltaf að minnka vægið. Fólk fattar ekki hvað þetta er slæmt. Því að náttúrulega fyrir utan það að sá sem þekkir ekki fortíðina sína að hann er bara, veist, hver er ég? Og alveg eins og þjóð sem veit ekki hvaðan hún kemur, veist, hún veit ekki hvert hún á að fara, hver hún er. Og það er bara krakkar útskýrast og menntaskóla þau ekkert lært í sögu, aldrei, ekki einn einast áfangað og breyta svolítið lögum og minnka í 3 ár og allt þetta og heilu brautirnar, það er engin sögukennsla. En í sögu, þetta er ekki bara staðreindaþekking, það að læra utanbókar, þannig var það kannski í gamla daga. En í dag það er lögð svo mikil áherslu á heimildavinnu að þú trúir ekki bara hvað bulli sem að fyrir augu þín ber á Facebook eða einhver staðar, það er til svo mikið falsfréttir. Og það er verið að afvegaleiða fólk vísvitandi. Fólk er bara of einfalt að trúa þessu, það er ekki búið að kenna því gagnrýna hugsun og átti ekki að trúa öllu sem verið sagt COVID og nú er að tala til dæmis allar þessar samsæriskenningar sem að uppi voru það að Bill Gates og allskis að ræða fólk það, bara aðeins og svo er sett einhver falsfrétt sem að hefur samt fót, það er svona fótur fyrir henni
svo búið að breyta svona aðeins. En margar samsæriskenningar reyndust svo bara réttar þegar maður skoðar í sögulegu samhengi. Já, örugglega sko. Þannig hvenær á maður að afgreiða hlutin sem samsæriskenningu og taka Þá- enga markaðan eða hvenær á maður að... Já, þarna kemur á gagnrýnu hugsuninni. Já. Þá þarft þú að fylgja, þá þarft þú að læra eins og því kennt í sagnfræði að svona þræða því aftur eins og lög af lauki, leita að upphaflegu heimildinni og athuga, er það virkilega þetta sem að spænski heilbrigðisráðherrann var að segja? Ó, nei, þetta er bara búið að breyta og mistúlka. Ég meina að sú saga sem við kennum hvort öðru hérna á þessu landi, til dæmis landnámið, normenn, að við séum komin að normönnum sem námu hér land fyrir 1000 árum. Það fullt af bæði kenningum og staðreyndum það að hér hafi verið fólk fyrir. Já, Og stór hluti af þessu og margt fólki sem eftir að koma í ljós sem við vitum ekki í dag. Já, þannig að mér finnst það svolítið bratt að segja að við erum komin að nossurum. Þeir skrifuðu náttúrulega söguna því að þeir voru svona Og sigurverarnir. írum, keltum. Já, mér skilst að Kári Stefáns hafi nú fundið gen sem getur elti kvenleg. Nú er ég Sem- búin að gera DNA-pröfu á mér og senda út. Nú, ert þú nú að niðurstöð? Já. Og segðu okkur. 66% skandinavísk, Ok. aðalega normaður. Æ. Það var leiðilegt að heyra. Síðan restin er aðalega keltnesk frá Írlandi og skosku eyjunum og svona, en 1% finnsk. Þar kemur sánað og Já. viðlagsins og það er niður. En hefur alltaf verið svona á andlegu nótunum Já. En alla tíð? fermdist samt. Já. Ég fermdist en svo var það bara einhvern veginn líku í daginn eftir ég fermdist sem að ég bara, er þetta rétt? Að því að mér hefur alltaf verið svolítið umhugað að vera svolítið samkvæm sjálfri mér, en ég sagði mér úr þjóðkirkjunni síðan, 22, eitthvað svo leist þegar ég var byrjuð í sagnfræðinni. Ég og Sverrir Jakobs sagnfræðingur, við gerðum þetta á svipuðum tíma, hérna saman. Við vildum vera samkvæm sjálfum okkur. Ég trúði ekki á kennisetningu kirkjunnar, sko. Með náttúrulega svo að þú frelsast ef þú trúir á hann. Jú. Ef þú trúir á Þetta er hann, mjög- annars ekki. Og hvað alla jarðarbúa sem eru bara eitthvað allt annað, þetta er svolítið skrítið að trúa þessu. Þeir fara bara til helvítis. Já, og svona, og hann hafi dáið fyrir mig. Þetta er svona, þú veist, ég keypti þetta ekki alveg, sko. Mér fannst Þessi þetta- sagnfræðingur, það náttúrulega er vita að þetta rit sem við eigum í dag, Biblían, er skrifað hundruðum ára, jafnvel eftir dauða Jesú. Og við getum ímyndað okkur hvernig munnmælasögurnar fara mann fram að manni, bara svo Grímsævintýri. Nú er það kannski einhver alveg brjálaðir sem sjá þetta, en Já. fyrir mér er Biblían ekkert merkilegra, sko, ég ber respekt fyrir trú fólks, en ég ber vonlitla respekt fyrir trúarbrögðum, skipulegum trúarbrögðum. Já, svo skipulega. Já, Við geta farið en svolítið út í ógöngur, svona. En trú einstaklingsins er náttúrulega heilög í mínum huga. Fólk trúi því bara sem að vil trúa. Algjörlega. En skipuleg trúarbrögð hafa yfirleitt alið af sér það meiri óhugna heldur nokkuð annað í mannkynssögunni. Það er svolítið þannig, sko. Já. Þess vegna vildi ég ekki tilheyra skipulegum trúarbrögðum, en ég hef farið í messu í kirkju, bara æðislegt, einhver æðruleysismessa í Fríkirkjunni. Frábært, einhvern tíma fórum við Þröstur, maður minn, við unnum happdrættisvinning eða eitthvað í vinnunni hans og það var nótt á Grand og Laugarneskirkja, einhver kirkja er hérna alveg hliðin á Grand Hotel, þannig við fórum út að borða Grand Hotel, gistum þar nóttina og svo þurftum við að yfirgefa, tjekka okkur út og þá var bara, horfum við út, vorum að ganga inn í bílinn og það var bara þessi kirkja og verið að klingja kirkjuklukkum og messa var að hefjast á sunnudagsmorgni. Ég hef ekki búin að fara í messu í rosa mörg ár og okkur fannst þetta rosa sport. Það fyrir messu. Það var hann Davíð Þór. Já. Og Gamli rebellinn. Og flugfreyju kórinn að syngja. Okay. Það var bara æðislegt. Í outfitinu, flugfreyju outfitinu? Nei, það voru það ekki. Þetta var bara svo gaman. Hann var bara með flotta spekulasjón og ég man ekki lengur hvað ræðan hans var. En þetta var ekki of mikið bara lestur upp úr biblíunni, sko. Það var bara
af því að prestar eru margir hverjir rosa flottir heimspekingar og félagsfræðingar og flottir. Og meina aðrir eru rosalega kreddufastir og svona, ég fíla þá ekki. En ég er ekkert alveg á móti í kirkju af því að þetta bara hefur oft verið ofsa gott fyrir fólk að geta snúið sér að kirkjunni og góða félagsfræðingunum sem presturinn ef að hann er þannig. Bara Þetta er æðislegt. ókeypis, á meðan þú þarft að borga fyrir Sáluhjálp. Já, ef þú fer til sálfræðings eða þannig að ég er ekkert alfarið, þú veist, ég er svolítið svona í seinni tíð orðið miklu minna svart og hvítt. Það er orðið rosalega mikið af gráum tónum hjá mér núna. Þú fórst, kynntið þér jógafræði. Svo fór ég það var eftir ég lærði næringaþerapíu. Fyrst lærði ég næringaþerapíu, 3 ár, það var svolítið. Hvað er næringaþerapía? Næringaþerapía, það það er ekki næringafræði eins og það er kennt upp í háskóla. Þetta er 3 ára nám og þetta er ekki á háskólastigi, þetta er svo eins og á sama stigi eins og þeir sem að læra að verða rafvirkjar og eitthvað slíkt. Þannig er þetta flokkað út á Englandi, ég læri á Englandi. Og þarna er í rauninni mekanismin meldingu og upptöku næringarefna og allt það og áhrif þess á heilsuna í bland við austurlensk fræði. Veist, það er líka verið að nota til dæmis vatnsmeðferð og áhrif þess að fara í kalda og heita sturtu og það eru notbætuefni og áhrif hreyfingar og svona. Þannig að þetta er sem sagt svona heildstæðari nálgun á heilsuna heldur en kannski næringarfræði eins og hún hefur verið kennd upp í háskólu. Er þá spáð í hvað er á disknum í þessum fræðum? Já. Hvað setur hún í þig? Já. Og það er alltaf gefin út svona opinber diskur hjá lýðheilsustofnunum þessara vestrænna ríkja. Þá er svona mikið prósent og svona mikið kolvetni og eitthvað og alltaf mjólkurvörur það á að vera. En næringarþerapían sem sagt þetta heitir Naturopathic Nutritional Therapy. Það heitir þessi titill. Og hjá svona náttúrulækningum þá er matardiskurinn, það er aldrei tekið fram að það eigi einhver hluti að vera mjólkurvörur. Það er aldrei þannig. Og það sem er svona alveg ólíkt frá hinum hefðbundna matardisk, það er alltaf, þegar hún er skipt svona kökur mistórar, það er alltaf ein lítið kaka með krydd. Af því þú ert að fá svo mikið af mikilvægum andóksunarefnum, alls góðum efnum úr kryddunum. En ég svo sem hefur ekki skoðað þennan matardisk hérna hjá landlæknisembættinu eitthvað síðustu 3-4 ár. Kannski er allt í einu komið krydd þarna inn á líka, en það hefur aldrei verið. Ég held að sé ekki ennþá. Nei, er það nokkuð. Þannig ég lærði það. En mjólkurvörurnar eru inni. Það eru ennþá inni. Út af kalkinu. Út af kalkinu, já. Þannig og svo þegar ég var búin að læra það, þá fór ég og lærði að vera jógakennari. Af því að ég sá fyrir mér að það væri ofsalega gott til þess að hjálpa mínum viðskiptavinum sem koma til mín, leita aðstoða með heilsuna, að auki. Af því að þetta er gríðarlega gott. Þú bætir, þú breytir mataræðinu og svona þegar að taka inn einhver bætuefni, þið vantar kannski C-vitamín eða magnesíum, hútt með svo stífa vöðva og magnesíum er oft kallað hið náttúrulega slakandi meðal. Slakar á taugakerfinu, slakar á vöðvum og svona. En síðan kannski ef það mikið kvíði og eitthvað svona spenna í fólki, að þá hjálpa svo mikið svona ákveðnar öndunaræfingar og jóga og slíkt. Þannig að þá fór ég að læra það. Þar kynntist ég aðeins svona Ayurveda, vísindunum, indversku fornu. Hafði líka kynnst ég aðeins í næringarþerapíunáminu, sem var til þess að síðan bætti ég því við 3 ára námi sem ég var að ljúka núna. Ayurveda. Ayur þýðir, þetta er sanskrit. Ayur þýðir líf og veda er svolítið líkt íslenska orðinu vita. Að vita eitthvað, sem þekking. Og þetta er oft kallað bara lífsvísindi. Það verður stunduð í meira en 5.000 ár. Við vitum ekki hversu mikið meira en 5.000 ár, en allavega en 5.000 ár. Ertu að praktísera þetta? Já, meira, ég er meira farin að nota Ayurveda fræði, þegar fólk kemur til mín að leita aðstoðar með heilsuna,
heldur en næringarþerapíuna. En ég er náttúrulega með hana líka stundum ef ég sé eitthvað sem að næringarþerapían getur lagað mjög snöggt bara og hratt og vel. Þá nota ég það og síðan bara Ayurveda vísindin með. Það eru í Ayurveda ekki verið að nota bætiefni. Það ekki verið að nota magnesíum eða láta fólk taka inn stóra skammta af einhverju próteindufti eða eitthvað svoleiðis. Allt náttúrulegt. Allt náttúrulegt, eins lítið unnið og hægt af því að ef þú ert að taka inn eitthvað svona sem að búið að vinna, það kannski búið að taka kúrkúma sem virka innihaldi í túrmerik, taka það út og setja sérstaklega á belgi og svo tekur það í því í stórum skömmtum. Það miklu meira álag á líffæri líkamans, lifrina og nýrun og svona að vinna úr þessu, heldur en ef þú tekur jurtina í heild sinni, borðar hana heildrænt, bara túrmerikið sem rót og tekur það þannig inn. Þá hluti af túrmerikrótinni síðan þetta kúrkúma virka efni sem svo gott bólgueyðandi og svoleiðis. En þegar þú ert búin að taka úr inni lifandi plöntu eitt ákveðið efni, og þetta líka gert út kannski að kaupa misuprótein eða eitthvað, og taka mjólkina og vinna eitthvað eitt ákveðið úr, þá þetta miklu erfiðara fyrir líkamann og þá svona eins og það sé búið að taka stuðarann af bílnum sem að verndar hann fyrir höggum og þegar jurtin í heild sinni tekin inn, þá ertu með svona ákveðin stuðara á henni, þannig að þetta ekki að valda eins miklu svona mikilli áreynslu á líkamann. Náttúruleg upptaka í líkamann. Já, þetta allt mildara á líkamann. Minni líkur á einhverjum aukaverkunum og þetta sé of mikið álag á nýrun að hreinsa þetta á endanum allt út. Þannig þetta eru lækningar. Þetta eru lækningar. 1000 ára gamlar lækningar sem við erum að tala. Þetta elsta lækningakerfi veraldar sem ennþá stundað. Og heildrænt alveg. Alveg heildrænt. Hvort sem maður með inngróna tánögl eða með ógleði. Eða krabbamein. Þannig Ayurveda læknar, ég Ayurveda practitioner, það er 3 ára nám. Ef að fólk ætlar að verða Ayurveda læknir, þá þarf að bæta 3 árum í viðbót ofan á, þannig 6 ára nám. Og þeir eru bara viðurkenndir læknar á Indlandi og nokkrum öðrum löndum. Hérna á Íslandi? Nei. Ekkert svona náttúrulækninga eitthvað er viðurkennt á Íslandi. Í mörgum löndum í Evrópu, til dæmis Sviss og Ungverjalandi og svona stöðum, það til dæmis Ayurveda lækningar alveg viðurkenndar af hinu opinbera og það alveg til regluverk þessa tegund af lækningum. Og þetta viðurkennt af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem viðurkennt lækningakerfi og allt þetta. Og þeir þarna úti, þar sem að menn eru virkilega að vinna sem Ayurveda læknar og það bara klíník þar sem að fólk leggst inn og svona, að það verið að... Það svo sjúkrahús? Já, það bara sjúkrahús. Þú bara fær matinn þarna og læknirinn kemur á hverjum degi og tala við þig og þú fær meðulinn, þegar komum meðulinn til, alltaf jurtameðul. Og það verið bara að fást við allt. Það verið að hjálpa fólki með Alzheimer og Parkinson og krabbamein og inngróna táneglur og exem og allt hvað eina. En þá kemur Íslingurinn upp í mér hérna í spurningu. Þá kemur mummi upp í þér. Já, kom mummi upp í mér. Ég svolítið bergmálshellir svona hópsins í þessu sæti. Já. Þetta ekki bara eitthvað svona kukl og hippastöf? Jú, svolítið. Svolítið? Algjörlega. En ég meina samt rosa jákvætt að því þetta hefur rosa góða áhrif á fólk. En ég meina þetta gjarnan hippa fólki sem að kemur til mín og það opna fólki sem að, við erum öll svo mismunandi týpur. Og ég veit ekki alveg að þessi fræði, þau virka misvel á fólk. Þannig að ég dreg ekki ykkur sem rosalega afturhaldsamur í skoðunum og bara andstæðan við hipputýpuna í tíma hjá mér, því að fólk allt einhvern veginn á bremsunni og þegar þú ert allur á bremsunni, þá gengur allt verr, öll meðferð gengur verr. Bara eins og þeir sem að fara til síns hefðbundna heimilislæknis eða eitthvað og þeir trú ekki og þeir vissum að þetta gerir þeim illt, þá gerir þetta þeim bara illt. Það nefnilega líka svolítið þannig.
Þannig að þessu leitinu til þetta svolítið svona hippa eitthvað. Það svona meira opinn hugur sem leitar til þín, sem tilbúin að fara óhefbundnar leiðir. Já, og það náttúrulega hippalegt, það ekki? Já, svolítið hipp. Að svona... Hipparnir voru cool og eru. Já. Það fulltaði með þá. Margir þeirra, ekki allir. Nei, sumir eru svona kótilettu hippar og eru komnir á dýra bíla. Kótilettu hippar, já. En ég sé þetta svolítið í unga fólkinu í dag, einmitt svona opinn huga fyrir svona alls konar. Alls konar próf, eitthvað óhefbundið. Ég ekki á móti sko allopathic medicine sem bara þetta, mér finnst svo leiðilegt að segja hefbundna lækningar. Því þetta sem að bara læknarnir sem að læra í Háskóla Íslands svona í dag, þetta ekkert mjög hefbundið sko. En þetta bara búið að stunda því í 100 og eitthvað ár. Á meðan að hitt búið að vera í mörg þúsund ár. Það eiginlega það sem við ættum að kalla hefbundið. En það kallað óhefbundið, þótt að það sé búið að vera í 5.000 ár. Já, en þú skoðar bara læknisfræðin í dag, veist, með fullri virðingu fyrir þessu fólki í hvítusloppunum, að þetta eru meira en allt lyflækningar. Því að þú ferð ekki til læknis og þeir eru svona lapp út með resept við bátinu í einhverju mynd. Já, ég veit, ég að taka lyf, sko, en ég þakklátt. Ég vil að það komi fram. Þannig að... Ég þakklátt fyrir þessar lækningar sem stundaður á Landspítalanum. Stundum eru það nauðsynlegar. Algjörlega, en svo aftur á móti, hvernig hugsa svo læknastéttin ykkur? Já, sumir eru bara... Hvernig mórallinn? Ég hittist ekkert á árshátíðum og... Sko, margir læknar eru mjög fordómafullir fyrir þeim sem eru til dæmis ayurveda-læknar eða eru svona að nota hinnar fornu kínversku lækningar eins og svona nálastungur og eitthvað slíkt, eða homeopatíuna sem notuðu litlu remedíurnar. En það alltaf fleiri og fleiri læknar sem hafa menntað sig svona upp í Háskóla Íslands og fara svo í framhaldsnám einhver, sem eru bara opnir, eru bara með opinn huga og finnst allt í lagi að fólk sé kannski að gera eitthvað svona meðfram, að því að stundum það bara til þess að hjálpa meðferðinni þeirra. Og þeim bara fyrir fjölgandi, líka geðlæknir, menn svo geðlæknirna sem að sjá bara alveg tækifærin í þessum hugvíkandi sveppum, menn það eru geðlæknar líka, menntaðir. Sko, ef einhverjir eru lyflæknar, þá það geðlæknar, því að það alveg skeri hvernig því beitt. Það alveg, sko, málið það, að þetta oft sko svo óbóðslega mikil harka í þessum dómi að bara að dæma það sem svona óhefbundið, það sem að verða eins og ayurveda, það sem að við notum jurtir og við breytum mataræði og við hjálpum fólki með lífstílinn og þá að dæma þetta bara að vera að hafa fólk að féþúi, að vera að hafa fólk að fífli, plata það og fólk kemur bara þarna í góðri trú og það bara verið að hafa fífli. En verið að drepa einhvern? Nei, það einhverjar stórkostlega alvarlegar aukaverkanir, það deyr enginn af því að taka þessa jurti, menn að það almennt ekki að gerast með þessar fornu kínversku lækningar eða ayurveda sem að tengist Indlandi, upprunnin í Indlandi. En verið þegar verið að segja þetta, verið að skoða öll dauðsföllin sem eiga sér stað í hinum vestrænu lækningaheimi, inn á spítölum og fólk sem að taka lyfin bara samkvæmt læknisráði, það bara í Ameríku allavega og það örugglega mjög svipað annars staðar á Vesturlöndum, 3. stærsta dánarorsökin. Fyrst það hjartasjúkdómar, svo það krabbameinið og svo mistök og dauðsföll af völdum læknismeðferðar. Misgreiningar. Það eru misgreiningar eða það eru gefin röng lyf óvart eða það óvart gefin rangur skammtur eða það ekki gefnar nógu góðar upplýsingar. Það var 2018 sem var gefin út rannsókn sem hafði tekið 8 ár. Það var Johns Hopkins með svona háskólasjúkrahús Bandaríkjunum. Og þar voru svona sérfræðingar í sjúkrahúsinu sem að vildu fara og virkilega kafa ofan í sérfræðingar sem eru bara að vinna í réttindum og öryggismálum sjúklinga. Þau vildu kynna sér þetta, hversu mörg eiginlega eru dauðsföllin sem að verða bara völdum lækningana, bara þetta sem svona opinberlega styrktar vestrænar lækningar, venjulega lækningar.
Það nefnilega hvergi skráð á dánavottorð. Það er bara skráð hann dó krabbameini, hann dó sykursýki eða heilablóðfall. Það er ekki sagt vegna læknamið, það er aldrei skráð. Dánarstjóri gerir það ekki krufningafólkið, ekki læknirinn. Það er hvergi skráð. Af hverju heldur það sé? Er það Það er bara, af dómsölum eða? sko það er verið að reyna að breyta þessu. Ég var bara að lesa núna bara og undirbúa mig undir þetta viðtal. Þannig að ég rifjaði upp þetta sem ég var búin að lesa fyrir einhverjum árum og þessa grein. Og það er verið að vinna í þessu, að reyna að fá þessar skráningar, opinberu skráningar, fá þeim breyta. Því það er fullt af læknum sem að vilja líka, en kannski yngri læknar eru hræddir við þetta, kannski þeir sem eru svona það að fara að hætta, sem að vilja svona lítið við farin veg og vilja að þetta verði allt lagað. En það er sem sagt til dæmis, voru gefin ýmis dæmi, eins og til dæmis barn þarna, 2 ára barn sem hafði verið með krabbamein í kvið, rosa stórt æxli og það fór í lyfjameðferð og slíkt á spítala og það bara hvarf, þeir náðu tökum á þessu og það var drepið, krabbameinið. Þannig að þessar hefðbundnu lækningar vestrænum geta gert líka stórkostlega hluti, sko. Fullt af góðum hlutum. Já, fullt af góðum hlutum. En síðan vildu þeir fara í aðeins svona til þess að tryggja að þetta myndi ekki fara að vaxa aftur að fá þetta litla stúlkubarn að fara í 3 daga auka lyfjameðferð í viðbót. Þar var bara lyfjatæknir, það var ekki lyfjafræðingur, sem að óvart setti 20-faldan skammt í hana með það sem átti að fara, hún dó og þetta er ekki skráð, sko, það bara dó hún úr einhvern veginn þessari lyfjameðferð. Þetta var ekki skráð að hún hefði fengið of stóran skammt miðað við það sem hún átti að fá. Einn dó, hann var út að hlaupa, ungur maður, bara eitthvað tvítugt minni mig. Og hann hafði verið greindur með arytmía sem er hjartsláttar-óregla. Hún getur verið misalvarleg, sem finna ekkert fyrir því. Ég er stundum með smá arytmía, finna ekkert fyrir því. En læknirinn hann sagði hann bara, sko, þetta var svona skokkari, hann búinn að vera mikið að keppa í skokki og svona hlaupa. Og hann segir bara, já, passa það að vera aldrei að keyra lengi í einu, sko, ekki alveg heilan sólarhring í einu eitthvað. En segir ekki við hann, þú þetta hætti að skokka. Þannig að það er ýmislegt svona upplýsingaskortur líka og hann deyr þá. Hann fyrir út að skokka síðan bara, ég búið að greina hann með þetta. Af því það hafi gleymst að segja honum, þetta er lífshættulegt ef þú ferð að gera svona. Og eða tölvukerfi hrynja einhvern veginn og byrja að vinna við, þannig að þetta er svona ýmsar orsakir en þú ferð inn í vestrænt lækningakerfi og þar eru eitthvað sem klikkar og þú deyr út af klikkelsinni. Já, sko, það sem ég er svo þreyttur að heyra er alltaf þetta rannsóknin sína. Það er alveg, bara sem eitt dæmi það, þá var ég að díla við svona hjarta eitthvað. Og það var lyf sem þurfti að taka, bara sem dæmi, sem mér fannst svo óþægilegt að taka. Mér fannst að hafa svo slæm áhrif á mig. Og ég stendi 3 á torfi við minn hjartalækni að fá að hætta á þessu lyfi. Ég þorði ekki að hætta, að því eins og margir, þá eru læknar guðir, allt sem þeir segja er bara á töflunni hjá Móses. En svo enda með að sagði, ok, mummi, rannsóknir sína, þetta lyf hjálpar 60% af þeim sem taka það. Og ég spyr, ok, hverjir eru þessi 60%? Hvað er fólk að díla? Yfirleitt ofþyngd. Ég er ekki feit ekki einn, sko, ekki ennþá allavega, ekki ennþá. Og þannig, hvernig geturðu, gefið mér þetta lyf, ég gæti verið 40%. Ég tikka ekki offitubóksið, ég reyki ekki, en af hverju heldur þessu svona fast að mér? Að því mér er uppálátt að segja þetta við þig. Því 60% fólk sem eru með þennan kvilla. Nei, skilu. Þarna erum við okkur að komin af eðlismuninum á þessum vestrænu lækningum og Ayurveda. Í Ayurveda þá er alltaf horft á nákvæmlega einstaklinginn. Það er aldrei, þessi jurt er alltaf góð við sykursýki, við alla. Það er aldrei þannig. Af því að það eru mismunandi líkamsgerðir, grunnurinn af öllum þessum fræðum. Og
þín líkamsgerð til dæmis og þitt líkamsástand þarna, þessum tiltekna tíma, það er ekki það sem að krefst ákvörða þessa lyfs. Alveg eins og ég gef aldrei öllum sem eru kannski með sama sjúkdóm eða eitthvað svoleiðis vesen, skiljiðagigt, sömu jurtablönduna. Af því að fólk er bara með mismunandi líkamsgerð og mismunandi stað í sjúkdómnum. Þannig að þetta er ekki jafn mikið sko one size fits all eða sem sagt að eitt skal yfir alla ganga og allir fá það sama. Og það er svo mikilvægt í þessum náttúrulækningum, allavega í þessum ayurvedísku fornu lækningum, það er mikill munur á því og þessar vestrænu lækningar. Alveg eins og ég til dæmis, nú er ég með sjúkdóm sem að heitir lungnaslaga eða háþrýstingur. Þetta er ekki venjulegur háþrýstingur. Þetta er bara í slagæð, bara liggur frá hjartanu yfir í lungun og það er svona háþrýstingur inn í þessari slagæð og inn í lungunum. Meðfætt eða Nei, þetta er bara áunnið? þetta er idiopatist, þannig að þetta kemur bara af ókunnum orsökum svona, mysterious. Og engin veit, byrjaði fyrir eitthvað svona 15 árum, kannski ég greindist fyrir 12 árum, kannski var þetta búið að malla í mér í 17-18 ár, ég veit það ekki. Allavega greindist fyrir 12 árum og ég er að taka rosa sterk lyf og ef að ég hefði ekki verið sett á þessi rosa sterku lyf, þá hefði ég kannski dáið fljótlega úr hjartabilum. Og þannig að lyf geta verið bara lífsbjörg í rauninni, en svo eru það aukaverkanirnir. Aukaverkanir af lyfjum geta verið svo ofboðslega slemmar og erfiðar og þá þarf að taka aðra, önnur lyf við aukaverkununum. Þannig er þetta ekki með jurtalækningarnar. Það er ekki þessar ofboðslega erfiðu aukaverkanir sem að fylgja jurtablöndum og slíku. En sko síðan af því að ég fór aðeins niður, ég var búin að ná að halda mér svona alveg, að því að fólk með þennan sjúkdóm þá bara fara neðan, þú deyrir á hjartabilun og endanum, ef það fær ekki þá lungnaígræðslu og hjartaígræðslu, það þarf eiginlega hvort tveggja. En ég náði alveg bara að halda mér nokkuð og meira að fara aðeins upp og svona. En svo allt í einu bara, og þá náttúrulega bara ég endalaust að gera til þess að hjálpa lyfjunum, að hjálpa að þau virki vel og gera verkum að lifrin á mér þoli þau sem lengst. Þannig ég lagði mitt að mörkum líka. Það gekk þetta líka svona vel. Ég var ekki að hella mig í víni og fara alltaf svo klukkan 3 á næturnar og hreyfa mig ekki og borða bara snakk og ís og nammi. Ég lagði mitt að mörkum. En samt fer ég niður og það er bara svona út af tilfinningaálagi og það er svo mikið vanmetið áhrif tilfinninga á líkamann. Ég talaði þá eftir, ég ætla að klára þessu svo fyrst. Og þá þurfti að bæta við lyfi. Var þegar á 2 lyfjum til þess að svona vikka út þessari lungnaslagæð bara. Og svo hjarta geti pumpað í gegnum hana blóðinu. En svo var bætt við 3, rosa sterkur og ég er búin að eignast vinkonu, bara því við erum með sama sjúkdóma, við erum svo fá í Íslandi, þannig ég þekki hana og við fylgjumst alltaf og hún segir, hvað er gildi hjá þér að hérna þessu hormóni? Já, það var, já, flott maður, þér. Þannig við fylgjum svona aðeins með konannari, hvernig er að ganga. Hún er á þessu rosa sterka lyfi sem var bætt við og bara þeir vilja hann og ekkert mál. Svo ég látin fá þetta bara gekk á með ósköpum. Rosalega miklu verkir sem fylgdu þessu. Ég meina vissulega það víkkaði æðin og ég var að minna móð. Ég meira þess að gekk upp á Sveinstind í boði upptrafi. Það er nafnið á þessu lyfi. Ég fór ekki hratt. Það var hnúka þeir sem ýtti mig með heitri gólu og alla leið upp. Það var svona kjöraðstæður. En allavega þannig að, og það var bara því að ég var komin á þetta rosa sterka lyf, en aukaverkanirnar voru hræðilega, bara ég svaf ekki á næturnar vegna verkjum, ég bara stemdi á að verða næsti ópíóða sjúklingur í þá flóru, endalaus niðurgangur og verkir alveg stingir í kviðinn sko, stundum, vaknaði á næturnar, ef ég náði að sofna kannski, að þá vaknaði ég upp við verki kannski og þannig að þú veist taka barkóttínu og svona. Þannig að lyfið fór þannig í mig. Það fór ekki þannig í hana, en það eru við allski þótt við séum með þennan sjúkdóm báðar, þá eru við bara ótrúlega ólíkar að mörgu leyti öðru. Og þetta er alltaf skoðað í Ayurveda, að þú gefur aldrei sömu jurtablönduna þótt þessi sami sjúkdómur er eitthvað, þú þarft alltaf að skoða
manneskjuna alveg og það svona margar kríteríur sem þú þarft að fara í gegn. Þetta er rosalega í rauninni nákvæmt og svona ítarlegt greiningarkerfi sem að Ayurveda lækningakerfið er. En ég er hætt að taka þetta lyf núna. Ég fór í ayurvedíska lækningameðferð til Indlands. Ég var að klára námið mitt og þurfti að fara til Indlands og Hamingju með það. takk. Og þurfti að gera klára starfsþjálfunina þarna úti síðasta haust og fyrst ég var komin að nú þá ákvað ég að vera lengur og lagði sjálfa mig inn í svona klínik hjá Ayurveda læknum. Var í 5 vikur og þar var læknir, Ayurveda læknir sem að bara fór með mig alveg og tók mig í greiningu og svo hittaði mig á hverjum degi. Og ég fór í, þetta heitir svona meðferð, ayurvedisk lækningameðferð heitir Panchakarma. Já. Sanskrit orð, Pancha þýðir 5, karma þýðir aðgerðir. 5 aðgerðir. Og þeim er beitt til þess að losa ákveðin óæskileg efni út úr líkamanum, svona orkur. Og eftir þessa Panchakarma meðferð, þá er ég ekki lengur að taka þetta nýja sterka lyf. Þannig, og gildin er í lagi. Gildin, það er ákveðið, ég man aldrei hvað þetta heitir, ég kalla alltaf puðhormónir. Puðhormónir, af því ég man aldrei, ég var alltaf að rugla MSG og GSM og svona, ég er með eitthvað svona heilkenni. Minn þetta heitir BNP, þetta hormón, það er aðeins búið að hækka. En það er líka því að bara skömmu eftir ég kom heim, þá fikk ég COVID og ég er bara rétt að jafna mig á því, menn ég var farin að hósta blóði, Þannig og svo fór ég bara í tjekk hjá læknunum þetta ársfjórðungslega þegar ég var nýbúin að vera í COVID. Þannig ég ætla nú aðeins að slaka og ekki að strax að byrja að kjamsa aftur á þessu baneitraða efni þarna sem að þetta upptræfi sem að dreif mig upp á sænstind. Þannig ég ætla aðeins að gefa líkamannum tíma til þess að jafna sig á COVID af því að ég var í svo rosalega góðu formi. Mér leið betur en áður en ég byrjaði að taka upptræfi. Þrátt fyrir að ég væri hætt á því. Og svo bara kom þarna COVID inn, á óbulum tíma. Þannig að þú læknaðir þig sjálf? Úti. Já. Úti með aðstoð Ayurveda. Með þessari aðferðafræði sem vart að lýsa. Já, og þá og hann náttúrulega, við bara hættum ekki, ég hætti ekki að taka bara lífið í daginn. Við minnkuðum skammtinn og við gerðum þetta á mánuði. Undir, hans stjórn læknisins. En það er, með öll lyf. Magnil, nefndu það, öll lyf hafa aukaverkanir. Það er bara spurning hvort þú finnir það ekki. Já. Eins og ég hef rætt við lækni, þegar ég að taka þetta lyf þessum eftir ræfina, svo þegar að taka bláu pilluna, svo bleikapillan virki og er ég svo með ónýtt nýru 73 ára. Er þetta dæmið? Og hann var mjög vandræðalegur á svipinn, hann sagði, stundum er það bara þannig. Þannig að lífsgæðin kannski verða ekki. Nei, það er verið að redda fólki núna. Nú er þessi alvarlegu veikindi kominu og þeir eru redda, bara það er skurðaðgerð eða það er lyf. Vestræn læknavísindin frábæri því að bara redda, það er svona bara akút ástand. Ayurveda, það er reyndar alveg skurðaðgerða element líka í Ayurveda-vísindunum. En þau eru ekki svona ítarleg og nákvæm og nota allast tækni eins og ég komin í dag. En síðan, til lengri tíma litið, að þá er þetta ekkit æskilegt að vera orðin síðan alveg fastur á þessu tiltekna lyfi og það þarf síðan byrja þau og endanum að skapa góða jafnvægi í líkamanum og þá þarf næsta og allt þetta sem við þekkjum. Svo byggjum upp þol fyrir lyfjum. Þannig að hvað er þetta ár sem ykkur eina í dag? En það sem tíminn líður svo hratt hérna hjá okkur, má fólk leita til því? Það með að allir leita til mín. Hvort sem er inngróin tánögl eða eitthvað annað? Já, stundum kemur fólk bara án þess að vera með nokkuð skapaðan hlut eiginlega sem er af því að Ayurveda er svo mikið líka forvörn. Þetta eru rosalega mikil forvarnar heilsuvísindi. Og þannig að fólk kannski vill bara læra hvernig á ég að halda mínu líkama og huga í jafnvægi. Hvað þarf ég að gera? Af því við erum öll mismunandi, fæðumst bara með mismunandi DNA, það er bara kallað líkamsgerðir.
í Ayurveda og okkur hentar mismunandi hluti. Sumir eiga ekki vera að borða mikið hráfæði, sumir eiga ekki vera mikið í kalda pottinum. Ekki mikið, Ekki mikið, nema hjá svona þér. aðeins að forkælast. Þannig að þá kemur fólk herðir bara okkur. tími til þess að læra líkamsgerðina sína, hvað hendar mér upp og halda mér sjúkdómalausum og sem mest í jafnvægi svona ævin og enda. Þarf ekki vera endilega orðið eitthvað veikt og vesen. Þannig að fólk má teygja sig til þín. Fólk má teygja sig til mín. Annað að því við erum að brenna út á tíma. Já. Ég frétti það og veit það að þú ert að gera allt vitlaust inn í sveitinni, Já. í Grímsnesinu. Já. Hvað er málið? Það er nefnilega Það er bara lifi byltingin. Bara lengi lifi byltingin. Það er þannig að það er bara stór hluti landsmanna sem að býr í svokölluðum sumarhúsum. Og sá hópur, hann stækkar hratt að því að fólk er bara komin með aðrar áherslur á önnur gildi. Það vill vera nálægt náttúrunni, það vill svona rólegheita lífstíl, hæglætis lífstíl. Það er eitthvað orð sem að einhver fann upp á, æðislega flott orð. Þannig að fólk sem að býr svoleiðis, ég býr þannig, hérna í Bjarkarborgum, og við áttum okkur á því þegar við vorum flutt að það er allskyns svona vesen sem að við erum að lenda í, allskyns réttindaleysi og mismunun í rauninni. Veist, ég mátti ekki millifæra yfir á reikning þýskrar vinkonu af því að ég er búin að færa lögheimili mitt hingað í hreppinn, en ég má ekki vera með lögheimili í húsinu mínu sem er Bjarkarbraut 26 í Bjarkarborgum 805 Grímsnes Grafningshreppur. Ég má það ekki af því til sumarhús. Þannig að ég er aftur á móti með lögheimili og það heitir ótilgreint 805 Selfoss. Þannig að það má ekki segja nákvæmt hús, sko. Og leið og þú ert með það í þjóðskránni og þetta þýðir að útsvara mitt fer hingað til þessa sveitafélags. Og þú má kjósa hérna? Ég má kjósa. Leið og þú ert þannig skráður í þjóðskrá, þá lendur í allskyns. Þannig að þegar ég ætlaði bara að, eins og ég svo oft gert, bara millifæra yfir á erlenda reikninga, þessi vinkona þarna í Þýskalandi, þá er það ekki leyfilegt. Af því þú ert ekki með lögheimili? Nei, ég þarf að búa í húsi við götu. Computer says no, bara tölvurnar þær kunna þetta ekki, hvað ég meina eitthvað bara ótilgreint, sko. Þetta er ekki bara í lagi. Það hljómar er svo risastórt hræðilegum. Þetta er fólk bara að búa hvar sem það vil. Já, þannig að ég, þú veist, svona allskyns þá fór ég að skrifaði grein. Og það er stundum þannig að þegar að mér misbýður ofboðslega að þá skrifa ég grein. Skrifar grein. Húsmóðir í Vesturbænum skrifar. Já, beist á skoðun og vísi. Og þarna, það var kona sem var svona líka pæli í þessum málum henni í sveitinni. Og við róttuðum okkur saman og við ákváðum að stofna félag. Og félagið heiti Búsetufrelsi. Flott nafn. Já, til þess að fólk sé frjálst að því að búa til dæmis eins og við í frábærlega flottu húsnæði, alveg hérna í sveitasælunni. Og viljum að við fáum það viðurkennt. Ég meina, þvílíkt húsnæðis vandamál á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju er neyið? Út á hvað gengur neyið? Er það snjómoksturinn eða skólabíllinn? Hvað er þetta neyið? Það er náttúrulega að þeir sem eru með venjulegt lögheimili, hérna, þeir fá snjómokstur, sorpið er tekið, þeir fá skólabíl fyrir börnin sín, þeir fá póstinn heim að húsi. Við fáum það ekki, en við erum ekkert að fara fram á það að fá mokað, við bara sjáum það sjálf, og við förum bara með sorpið okkar sjálf á Seyðisfirði sem er grenndarstöðin. Það er ekkert mál. Er ekki sama bændur gera bara? Þeir eru ekki sjálfur að ryðja sér náliggjara? Jú, oft þurfa þeir þess. Það er ekki kannski fara alveg heimað alltaf og svona allskyns. En við viljum bara fá þetta samþykkt að við búum í þessu húsi. Þannig að maður sér með allskyns sömu réttindi og aðrir. Til dæmis, það er eitt félagsmann okkar. Við erum að nálgast 70, við erum alveg verið komin upp í 70 félaga. Og við veitum að það eru miklu fleiri sem búa hér í þessu sveitafélagi. Og örugglega víðsvegar land. Og við talum ekki það, sem að hafa sitt aðalheimili í svona heilsárshúsi, við köllum það. Og einn ellilífeyrisþegi sem er í félaginu okkar, að hann fær ekki afslátt af fasteignagjöldunum
eins og aðrir ellilífeyrisþegar fá í þessu sveitarfélagi af því að hans lögheimili ótilgreint. Þótt að hann sé að borga útsvarið sitt og fasteignagjöld eins og aðrir ellilífeyrisþegar, þetta svo mikil mismunun, þetta brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, þannig að við erum að skoða þetta allt saman, af því það mikil mismunun í þessu, ég meina það á að beita alla þjóðfélagsþegna sömu brögðum, við eigum öll að fá það sama, en við erum ekki að fá það sama og þá alltaf sagt og við haldið að okkur frá hreppsnefnd að þetta ólöglegt að búa svona ólöglegt, en ég meina þjóðskrá leyfir þetta. Þetta bara mannanna verk að segja ólöglegt. Þetta nú ekki ólöglegra en það og svo eru lög lögheimili. Lög lögheimili segja að þú átt að skrá lögheimili þar sem þú sannarlega býr, þú ert með allt ótið þar sem þú hefst við. En þetta stangast á. Að jafnaði, já. Og á ég þá að gera, eða á ég að skrá lögheimili mitt í Hafnarfirði og Tengdó, þá ég að ljúga, þá ég að brjóta lögin, ég ekki að skrá lögheimili þar sem ég sannarlega býr og þannig eru flestir. Þannig að vera að ýta þér inn í gamla afbrotaferilinn með eldspýturnar. Já, sem að byrjaði þannig í Álfarsbrekkunni. Já. En hvað þetta á höndum sveitarfélagsins að segja já? Þetta ekki flóknara en það? Það þarf að breyta þessum, já, það þarf að breyta þessum lögum lögheimili. Og það var verið að reyna að breyta þeim 2017 og var lagt fram frumvarp og þá setti Samband íslenskra sveitarfélaga sig upp á móti þessu. Það fór svona í gegnum og allir máttu gefa álit sitt og það þessi hræðsla, breytingar, samfélag manna, nú ég sagnfræðingur, samfélag manna, þau fara alltaf í gegnum breytingaferla, ég meina, eitt sem voru allir bændur á Íslandi, það var enginn sem að bjó við sjávarsíðuna og bara bjó og var ekki bóndi. Það var bara bannað með þessu. Það var bara bannað að vera bara sjálfstæður og fara bara að búa í einhverju koti niður við sjó. Þú varst að eiga heima hjá bónda og skráði hjá honum. Það var kallað vistarband. Og núna eru reglurnar þannig, þú mátt ekki búa í þessum húsum, þótt að þetta séu miklu flottari hús heldur en mjög mörg hús út allt Ísland þar sem að fólk má hafa lögheimili. Það bara út af einhverju reglum sem voru ekki settar og fólk hrætt. Hvað gerist ef við breytum? Og koma bara 5.000 Íslendingar og vilja búa í sumarhúsum í Grímsnesinu og allir vilja láta keyra börnin sín, allir vilja láta moka snjó. Nei, það ekki þannig. Það myndi náttúrulega gerast í skrefum. En ef það væri þannig, það ekki bara allt í lagi, fólk borgar útsvar til hreppsins og... Jú, það bara þarf að gerast hægt. Já, ég meina það, en ég meina, hvað svona mikið no-no við það? Það bara, það no-noið við það. Það að sveitarfélögum verða að fá tækifæri til þess að aðlagast og við erum alltaf að benda á þetta. Það þarf ekki að gleypa allan heiminn í einum bita. Það kemur bara í skrefum, alveg eins og önnur framþróun sem hefur átt sér stað hjá mannkyni. Og það hægt að byrja því að leyfa okkur í þjóðskrá að skrá okkur í hús með götu. Að það hætti að heita ótilgreint. Þá leið værum við laus eins og kreditinfo. Ef ég ætla að sækja lánið eitthvað, þá ekki hægt að fletta mér upp í kreditinfo af því að ég ekki í hús við götu, ég ótilgreint. Þá litið á mig eins og ég búi útlöndum. Eða útigangsmanneskja? Já, eða bara útigangsmanneskja, ég sé í fangelsi þeir skráðu stundum ótilgreint. Hefurðu trúað að þið náu þessu? Já, þetta breytist. Þetta breytingarnar eru, en þeir eru svona margir hljóta að hafa heilmikið að segja sveitarstjórnarkosningum í svona litlu sveitarfélagi. Við erum nú svo mörg og ég meina það eiginlega enginn með börnin sín. Flestir sem að kjósa búa svona að það fólk sem bara komið á miðjan aldur eða hætt að vinna og svoleiðis og allir með kosningarétt. Og við erum núna skráð, ótilgreint í þessu sveitarfélagi. Við erum kannski orðin 50. Og þeir sem eru á kosningaskráðu þessu sveitarfélagi, þeir eru kannski svona 300. Þannig að við erum ansi stórt hlutfall af kjósendum. Já, þetta gæti skipt sköpum í úrslitum. Getur skipt sköpum, já. En Heiða Björk Sturludóttir. Já. Það voru sérlega gaman að sitja og spjalla með þér. Það var sérlega gaman og þetta gott, þetta Jesúlaði. Jesúlaði, skáli Jesúlaði. Þú ekki að drukkið á þínu? Nei, ég búin að vera svo upptekinn að hlusta á þig og margt athyglisvert og ég veit það eru margar sögur þarna bakvið sem komist ekki inn í. Já. En takk fyrir að deila þér með okkur. Bara takk fyrir að bjóða mér í kaldapottin. Ævinlega. Ég hefði samt frekar komið í heitan pott.
Ég er þannig. Mér fannst Ég það er ekki, með þannig líf heitipottur, mér fannst það ekki nóg cool. Ég er bara viðurkenna það, ég er svo vein og mér fannst heitipotturinn eitthvað svo búblulegt og Eurovisionlegt, Já. þannig að ég kaldi potturinn Já. og háttvirtur Það hringdi sko, inn, "Já, við upptökustjóri, erum í hann pottinum." Gunnar Bjarni, hann er líka töffari sko og við erum eiginlega ákveðnir í því að við þurfum að vera svolítið Þið eru cool líka. töffararnir. Við erum Töffararnir fara í kaldapotta. Já, og við hérna í Grímsnesi. Já. Takk fyrir að fylgjast með og þangað til næst. Takk fyrir okkur.